skrifaði þá barnabækur fyrir hann sem hann las aldrei. Sko ég ætlaði mér aldrei að vera rithöfundur. Ég var bara afskaplega sátt við að vera lesandi og hef verið bara síðan ég lærði að lesa sem bara lítið barn eða krakki. Og þá hef ég verið sílesandi. Það er eiginlega svona minn inngangur inn í skrif. Og ég er eiginlega á þeirri skoðun að börn sem lesa eigi auðveldara með að vera að sýna samhygð og setja sig í spor annarra. Þannig ég hafði alveg gífurlegar áhyggjur af syni mínum þegar hann sem sagt hafði ekki áhuga að lesa sem barn. Og ég hafði verið að reyna að lesa fyrir hann bækur sem voru svona í okkar umhverfi þá í byggum erlendis og sá að það voru nú margar hverjar ansi lélegar og taldi bara að þetta gæti þá ekki verið mjög erfitt ef að gera betur og skrifaði þá barnabækur fyrir hann sem hann las aldrei. Já, ég skrifaði allt í allt 5 barnabækur og það sárnaði pínlítið þegar ég var að því að mjög margir fullorðnir sem maður hitti voru alltaf að spyrja mig hvenær ætlarðu að fara að skrifa alvöru bók? Ætlarðu ekki að skrifa alvöru bók? Eins og barnabækur væri ekki alvöru bækur. Það er náttúrulega svo af og frá og ástæðan fyrir að ég flutti mér í fullorðinsbækur hafði ekkert með þetta að gera. En það þarf bækur fyrir alla. Það þarf bækur fyrir unga, það þarf bækur fyrir þá sem hafa gaman af fagurbókmenntum, gaman af glæpasögum, vísindaskáldskap og ef vel á að vera þá þyrftu þessar bækur að vera skrifaðar af Íslendingum og lýsa okkar raunveruleika en ekki bara bækur í þýðingu. Þetta er alltaf svolítið erfitt með því að lítið land og við erum en ef að vel er stutt í bakið á bara bókum og útgáfu þá ætti þetta nú ekki að vera mikið mál. Við höfum nú gert annað eins Íslendingar. Þegar ég byrjaði að skrifa fyrir 20 árum þá var held ég markaðurinn auðveldari fyrir nýja og upprennandi höfunda. Í dag sýnist mér þetta vera ansi erfitt og margar alveg ofsalega fína bækur eftir nýja og unga höfunda einhvern veginn ná ekki að komast á flug í sölu. Þetta er náttúrulega mjög dapurlegt og maður reynir svona sem maður getur til að hvetja fólk kringum sig og að prófa, gefa ungum höfundum tækifæri því að það er ekki hægt að við þessi sem erum þá orðin þekkt, við getum ekki sinnt þess endalaust og ef bókin á að lifa þá þarf fjölbreytni og svona nýsköpun eða nýrækt í geiranum. Þannig að já, ég myndi hvetja alla til að gefa að minnsta kosti 4 nýjum höfundum séns hver jól. Fyrir þá sem að láta sér dreyma að skrifa, þá myndi ég mæla með því að sá hinn sami fyndi svolítið innan með sjálfum sér hvaða bækur eru það sem mér finnst skemmtilegar, hvaða bækur eru í uppáhaldi hjá mér og prófið sig við þá tegund af bókum. Ég geti til dæmis aldrei skrifað vampírusögu því mér finnst það afar leiðilegt að lesa. Ég get ekki skrifað rómans, það finnst mér jafn leiðilegt, en svo eru aðrir sem að kannski elska slíka sögur og þeir myndu örugglega skrifa miklu betri bók það efni heldur en ég nokkuð tíma. Þannig að fyndu það sem þér finnst skemmtilegt og prófaðu að reyna þig við slíka sögu.